Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 16 af þessu hlaðvarpi. Ég biðst afsökunar á því að röddi mín hljómar talsvert öðruvísi í dag heldur hún hefur gert í öðrum þáttum sem hafa komið út áður. En ég hef verið að nota röddina talsvert meira í þessari síðastliðinni viku en ég geri venjulega. Þá hefur það endað þannig að í dag hljóma ég talsvert dýpri og þreyttari í röddinni en venjulega. Ég held þó að þetta sé í lagi. Ég held að ég nái að lifa af að taka upp einn svona þátt. En mér datt í hug að núna þegar að jólin nálgast, þá væri kannski sniðugt að kannski tala aðeins íslensk jól. Það eru mörg ykkar sem að vita eflaust ágætlega mikið af fróðleik hvernig íslensk jólahefð er. Þannig að ég er kannski ekki að segja ykkur eitthvað mikið nýtt. En ég held að það saki ekki að fjalla aðeins það og þá kannski að vera þá með eins og orðaforða miðaðan þátt. En það eru nokkur atriði við íslensk jól sem að eru ágætlega einstök. Það sem að gerir jólin okkar kannski nokkuð einstök er hvernig siðir okkar hafa verið svona safnaðir saman frá öðrum löndum sem eru þá frekar nálægt okkur og þá kannski sérstaklega frá Danmörku. En það eru líka nokkur atriði sem að eru mjög einkennileg og sérstök og finnast örugglega hvergi annar staðar í heiminum, allavega ekki jafn ýkt og sérstakt eins og á Íslandi. Ísland er kristið land, kristin þjóð og kristið ríki. Ísland er með þjóðarkirkju sem er þá lúterska kirkjan. Við tókum upp kristni árið 1000 og við vorum fyrsta þjóðin í heiminum, allavega í Evrópu, sem að tók upp kristni, þar að segja skipti trú, án þess að það yrðu blóðsúthellingar eða stríð til að skipta trúnni. Heldur var það bara ákveðið á þingi, á alþingi, að íslenska þjóðin skyldi skipta trú frá hinni heiðnu norrænu trú, þar sem að fólk trúði á Óðinn og Þór og Freyju og svo framvegis, og fór að taka upp kristin sið. Og þar koma auðvitað jólin með. Hvernig haldið er upp á jólin og hvernig það var ákveðið að það skyldi gerast í desember er saga sem að ég veit ekki nógu vel. En þó er það alveg talsvert vitað mál að jólin eru viljandi sett á myrkustu tímum ársins. Það er að segja í kringum vetrar sólstöður, around winter solstice. Og það er gamall heiðinn siður að halda upp á hátíð ljóssins, eða halda upp á ljósið í rauninni, þegar að lengsti dagur ársins er liðinn og dagurinn fer að lengjast á ný. En allavega þá er Ísland búið að vera kristin þjóð mjög lengi og því með langvarandi jólasið.
Það fyrsta sem mætti kannski nefna sem sérstakt á Íslandi það sem gerist í aðdraganda jólanna, what happens when Christmas is nearing, að það koma jólasveinar til byggða. Jólasveinn orðið sem við myndum nota til að tala Santa, en Santa Claus bara einn gaur, en við á Íslandi erum með frekar marga. Við erum með 13 jólasveina. Sveinn ágætlega gamalt orð fyrir a boy, bara fyrir strák, og það sem að hefur enska orðið til að eiga við íslensku jólasveinana í seinni tíð að kalla þá Yule Lads. Frá 12. desember og alveg fram að 24. desember þá kemur einn af þessum jólasveinum til byggða. Og í gamla daga þá var þetta næstum því eins og það væri líkara draugasögum sem að fóru af þessum jólasveinum heldur en að þeir væru gjafmildir og barnvænir jólasveinar, sem að hvernig við lítum á þá í dag. Þeir heita allir ákveðnum nöfnum og þau eru yfirleitt lýsandi fyrir það hvað þeir gera af sér þegar þeir koma til byggða. Þeir heita í röð stekkjastaur, giljagaur, stúfur, þvörusleikir, pottaskefill, askasleikir, hurðaskellir, skyrgámur, bjúgnakrækir, gluggagægir, gáttaþefur, ketkrókur og kertasníkir. Þannig að það sem þessir jólasveinar gera eitthvað sem að annarkvort hreinn þjófnaður eða eitthvað sem mjög óþægilegt. Til dæmis gluggagægir, einhver sem að gægist inn gluggan, einhver sem kíkir inn í húsið þitt. Það væri glæpur í dag. Hurðaskellir, sá sem kemur til byggða og skellir hurðum, eins og það séu draugalæti í húsinu. En þeir flestir eru þjófóttir og annarkvort sækja á dýr fjölskyldna og bæja og stela annarkvort frá þeim eða hreinlega stela þeim. Og svo eru þeir líka mjög margir sem að stela mat. Pottaskefill einhver sem að búin að skafa upp úr pottum afganga af mat. Og bjúgnakrækir, sá sem að stelur bjúgum úr reykingakofum. Þannig að þeir eru ekkert svo góðir. Allavega voru þeir það ekki í gamla daga. En það hefur breyst af því að núna siðurinn sá að þegar jólasveinar eru að koma til byggða þá geta börn sett skó út í glugga þar sem að með einhverju móti næði jólasveinin að komast í skóinn og gefa gjafir. Að þá frá 12. desember og alveg fram að jólum nýr jólasveinn að gefa einhverja gjöf. Þetta svipar þá mjög til hins ameríska siðs, eða ég held að hann sé amerískur, að vera með svona jólasokk hangandi yfir arni þar sem að jólasveinin nær að komast niður strompin og gefa í sokkinn. Þá á Íslandi erum við að stunda það að jólasveitin gefi í skó út í glugga. Til að bæta einu lagi ofan á þetta, þá talað að það sé ágætis mismunun á milli barna, þar að segja hvernig jólasveitarnir fara með gjafir til barnanna. Að sumir jólasveinar kannski gefi dýrari og betri gjafir til sumra barna heldur en til annarra.
síðasti jólasveinninn, kertasníkir, er til dæmis oft búinn að vera gripinn við það að gefa síma, einhvern nýjan iPhone eða AirPods eða einhverja aðra dýra fína gjöf til ákveðinna barna á meðan önnur börn fá kannski bara einhvers konar föt eða eitthvað sem er aðeins fínna og betra heldur en hinir jólasveinarnir höfðu verið að gefa. Og það hafa verið umræður á Íslandi á milli foreldra að þau þyrftu að koma sér saman það að tala við kertasníki og sjá til þess að hann væri ekki að gefa börnum mismunandi dýrar gjafir. Að það væri kannski foreldrarnir sjálfir sem að ættu að vera að gefa svona dýrar og fínar gjafir ef að þau vilja það, en ekki að kertasníkir sjáu það. Þannig að það eru til alveg félagsleg vandamál á Íslandi varðandi samband okkar við þessa jólasveina. Og mér langar kannski að nefna eitt svona atriði í viðbót, því að núna náði ég að tala talsvert lengi þessa jólasveina, enda eru þeir nokkuð spennandi. Það er hvernig við höldum upp á sjálf jólin, því að það er ekki svo frjálslegt í rauninni. Það sem að Íslendingar kalla jól er það sem gerist á aðfangadagskvöldi. Aðfangadagur er dagurinn á undan jóladegi, það er að segja 24. desember, ekki 25. Og það er ekki bara kvöldið sjálft, heldur gerist það klukkan 6 á aðfangadegi. Þá hringja kirkjuklukkur í hverri byggð og þau sem að búa of langt í burtu frá byggð kveikja hreinlega á útvarpi til að heyra það hvenær kirkjuklukkurnar slá jólin inn. Og þá hefst hátíðin. Hvernig hátíðin sjálf raðast upp á aðfangadagskvöldi er þó talsvert breytilegra á milli fjölskyldna og heimila. Kirkjuklukkurnar hringja náttúrulega inn jólamessu, þar sem er haldin guðsþjónusta, jólamessa, sem að tekur vissulega sinn tíma, en það eru ekki allir sem að vilja byrja kvöldið á því að vera í guðshúsi, í kirkju, og vilja þá frekar annarkvort vera heima hjá sér og hlusta á hana eða hreinlega sleppa henni. En ég held þó að allflestar fjölskyldur á landinu hlusti samt á kirkjuklukkurnar til þess að landið sé allt saman að halda upp á jólin. En upp úr því að jólin hefjast klukkan 6, þá er ýmis gangur á því hvernig er farið með jólamatinn. Sumar fjölskyldur taka það upp að dönskum sið að borða það sem heitir ris à la mann, sem er frönsk uppskrift sem er gerð af þýskum sið og Danir gera mjög mikið á jólunum og við á Íslandi tókum það upp eftir. Þannig að þetta er mjög þver-evrópskur siður. Þannig að þetta er í rauninni grjónagrautur soðinn upp úr mjólk og vanilu og sykri og gert sem einhvers konar eftirréttur sem að margir borða í til dæmis hádeginu á aðfangadegi eða í hádeginu á jóladegi, en það er siður fyrir því að fela eina möndlu, eina stóra möndlu, one large almond, an unchopped, full-sized almond, í þessum graut, og sá sem að fær grautinn sem að er með möndlunni í vinnur möndlugjöf
þá er búið að kaupa og pakka inn einni gjöf sem að fer til eins konar sigurvegara möndlugrauts keppninnar. Mjög skrítið að kalla það keppni, en í rauninni virkar það eins og það sé keppni. Því það eru verðlaun fyrir þann sem að fær möndluna. Og svo er borðaður jólamatur. Það er misjafnt eftir heimilum hvað er gert sem jólamatur og það eru til ýmsir íslenskir siðir fyrir því hvað það gæti verið, eins og til dæmis hangikjöt eða rjúpur eða jafnvel hreindýr sem að eru þá mjög íslenskir jólaréttir. Og eftir matinn og eftirrétt eða á einhverjum tímapunkti, allavega þetta sama kvöld, eru allir pakkarnir opnaðir. Það eru kannski sumar fjölskyldur sem eru með einhverjar breytingar á hvernig því er háttað, hvort að það séu einhverjir sem að fá að opna einn pakka aðeins fyrir kvöldið eða fyrir daginn, eða hvort að eitthvað sé geymt fram á jóladag. En allavega þá erum við að opna flest allar gjafirnar okkar á aðfangadegi, sem er ekki eins og margar aðrar þjóðir sem að gera þetta á jóladegi, eins og til dæmis á jóladagsmorgni sem er gert í Ameríku, sem við höfum séð í öllum popkultúr sem er miðaður að börnum, að það sé alltaf verið að bíða eftir hinum mikilfenglega jóladagsmorgni þar sem maður fær loksins að opna pakkana. En það er þá aðfangadagskvöldið og svo á hver fjölskylda sinn frjálsari sið hvernig jóladagur og annar dagur jóla lítur út. Og alveg það mikið frjálst að ég get ekki talið upp eitthvað sem sérstaka íslenska siði sem það varða. En þannig líta íslensk jól út. Auðvitað er ég að gleyma og sleppa fullt af atriðum sem að hægt væri að fjalla meira en ég ætla að geyma það að tala seinni viðburði þar til eitthvað seinna, eins og til dæmis að gefa út þátt á milli jóla og nýárs til að fjalla hvernig gamlárskvöldið okkar lítur út. En þá meir það seinna, þannig að ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.